Við ætlum að heyra frá starfsfélögum stjórna þeirra skipulag og takið eftir, hér einungis verið að kynna skipulagið. Við formum ekkert hér þar sem þetta ekki félagsfundur. Þetta einungis kynningafundur. Eftir að kynningum lokið hefjast umræður sem munu lúta hringnum, svo kallaða. Það við förum hring og þeir sem ekki vilja taka til máls, þeir segja bara pass. En tími til að taka annan hring, þá hefur fólk auðvitað annan séns til að koma máli sínu að. Fundurinn mun ekki taka lengri tíma en 1,5 klukkustund. Fyrst tekur mál Sara Steff og mælir framkvæmdastjórn þar sem að hún varaformaður. Gjör svo vel, Sara. Takk fyrir. Er þetta fyrir útsendinguna? Upptökan, já. Já, takk fyrir það, Margrét. Já, ég heiti Sara Steff Hildar og varaformaður framkvæmdastjórn. Já. Ég þarf bara að tala hærra eins og Magga P. Já, herðu, en ég ætlaði ég varaformaður framkvæmdastjórnar og hef verið í framkvæmdastjórn síðan sumarið 2021, þar sem ég kom inn, bauð mig fram og var kosin inn sem varamaður og hef setið bara í þeirri stjórn síðan, þannig að það sú stjórn sem að ég þekki. Ég verð að nota meðaldragleraugun til að rifja upp með ykkur framkvæmdastjórn og ég held að sé bara ágætt að því að ég byrja, þannig að ég þarf svolítið að slá tóninn. Það situr mér reynslumeira fólk á hægri hönd sem að getur sagt ykkur kannski meira af hverju þetta var svona, en ég ætlaði bara að lesa aðeins upp framkvæmdastjórn. Svo þið sjáið öll, ég get stækkað þetta svona. Framkvæmdastjórn heldur utan lög, skipulag og uppbyggingu flokksins. Þannig að það má kannski með einhverjum hætti segja að þetta sé svona eins og skrifstofa, skrifstofa sem sér bara að reka sósíalistaflokkinn á svona daglegum basis. Framkvæmdastjórn sér öll málefni flokksins sem ekki tekið fram í lögum, skipulagi og samþykktum sósíalistaþings að sé hlutverk annarra stjórna eða hópa innan flokksins. Þannig að það sem fellur utan við það sem við höfum tilgreint, það dettur á borð hjá framkvæmdastjórn. Framkvæmdastjórn hefur eftirlit með uppbyggingu starfs innan flokksins og grípur inn í ef stjórnir verða óstarfhæfar og hefur eftirlit með að starf þeirra sé samkvæmt lögum flokksins, skipulagi og samþykktum sósíalistaþings. En samþykktir sósíalistaþings eru stærsti félagsfundur ársins sem aðalfundur haldinn árlega og þar eru lagðar fram tillögur sem að félagar grasrótin samþykkjur og við störfum eftir á milli aðalfunda. Þannig að það ekki þannig að framkvæmdastjórn geti bara tekið upp hjá sér einhver mál á þessu ári sem líður á milli aðalfunda og bara gert eins og henni sýnist. Þannig að við störfum náttúrulega algjörlega í þágu félaga og eftir þeim samþykktum sem að þeir hafa gert á þessum aðalfundum. Svo segir líka, framkvæmdastjórn heldur utan starf samstarfshópa á borðið umsjónarnefnd sósíalistaþings, þar að segja bara skipulagið við það sem við köllum sósíalistaþing og dagskráin í rauninni sem að hefur verið slegið svona upp sem eins konar líka svona nýliðunar viðburði. Það opið öllum, sósíalistaþing að koma að heyra hið góða erindi sósíalisma í dag. En svo náttúrulega þegar við höldum aðalfundinn, ýmist hefur það verið samdægus í lok sósíalistaþings eða yfirleitt daginn eftir. Og þar hafa bara aðgang félagar í sósíalistaflokknum eðlilega. Þannig að já, þetta frekar ég myndi segja að þetta væri svona einföld stjórn sem að situr til jafns við aðrar stjórnir í flokknum og framkvæmdastjórn hefur ekkert yfirvald yfir öðrum stjórnum eins og málefnastjórn eða kosningastjórn nema þá í þessari klausu sem ég nefndi áðan svona neyðarákvæði að ef aðrar stjórnir verða óstarfhæfar og það metið einhvern veginn með samtali eins og við munni inn í flokknum að þá getur framkvæmdastjórn gripið inn í. Að öðru leyti þá bara hlutverk framkvæmdastjórnar að reka flokkinn frá einum degi til næsta.
Þannig ég segi þessari kynningu minni að framkvæmdastjórn bara loki í bili og gef bara orði áfram til Sönnu sem ætlaði þú að vera á undanlöfi? Já. Má ég sita? Heyrist í mér? Ok, eins og takk Sara og eins og Sara nefndi að þá flokkurinn með ákveðna sögu og það ástæða fyrir því að flokkurinn byggður upp eins og hann byggður upp. Það valddreifing, verkaskipting en við stofnun flokksins þá var meðal annars litið til reynslu annarra flokka varðandi þætti sem að þyrfti að varast. Og skipulag flokksins, það ekki þessi svona þríhindi valdastrúktúr eins og hefur þekkst í öðrum flokkum, heldur höfum við ólíkar stjórnir, margar miðjur og eins og Sara nefndi þá ekki svona eins og sé ein aðalstjórn sem ráðið og segi hinum stjórnunum fyrir verkum. Allar stjórnir eru jafn settar og sækja jafnt umboð til sósíalista þings. Ég ætla að tala hlutverk kosningastjórnar sem að ég fer fyrir og það hlutverk hennar að halda utan stjórnmálaumræðu meðal annars á vef flokksins, þjálfa upp talsfólk flokksins, efna til stjórnmálafunda og sinna umræðu stefnu og áherslur sósíalistaflokksins að breiðum vettvangi. Þannig að þessi svona sýnileiki í því sem að við höfum kallað borgaraleg stjórnmál sem varðar þá málefni sem eru til umfjöllunar á sveitarstjórnarstiginu og hjá Alþingi, svo dæmi sé nefnt. Nú kosningastjórn heldur líka utan framboð sósíalistaflokksins til þings og sveitarstjórna og sér val á framboðslista með aðferðum sem hafa verið samþykktar á aðalfundi eða félagsfundi. Og hvað þýðir það? Það ekki þannig að 9 manna kosningastjórn með 4 til vara sé ein að ákveða, bara býtu nú við viljum hafa þetta svona, við viljum velja svona lista og þá það bara ákveðið. Heldur félagsfundur alltaf með valdið og stjórnir þurfa að leggja í rauninni fyrir félagsfund hvort það sé samþykkt eða ekki. Nú kosningastjórn mótar líka kosningastefnu byggða á stefnu flokksins og rekur kosningabaráttu til þings og sveitarstjórna. Og þetta allt saman má lesa á heimasíðu flokksins þar sem fjallað þessi hlutverk í skipulaginu. Og í stjórninni þá eru félagar sem sitja þar, fólk úr öllum áttum með fjölbreytta reynslu. Og ég ætla aðeins líka að tala borgarstjórn og umboð kjörinna fulltrúa. Það þetta þannig að borgarfulltrúar þeim treyst fyrir ákveðnum verkum af flokknum og þetta kosnir til starfa af íbúum líka og við störfum út frá samþykktum stefnum flokksins sem eru fjölmargar og aðlögum það að borgarstjórnarstiginu. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni og ég bara bið félaga minna að bæta við ef ég hef gleymt einhverju en þetta þá í rauninni boltinn yfir til málefna stjórnar. Takk fyrir. Já. Ok, komið sæl, heyrið þið í mér? Já, takk. María Pétursdóttir heiti ég og hef starfað með málefnastjórn síðan 2017 ég held. Ég byrjaði að starfa með bráðabirgðastjórn og hóf svo að starfa með málefnastjórn. Ég ætla að lesa aðeins bara texta líka upp úr lögum flokksins en þar stendur málefnahópar og málefnastjórn til að styðja við stefnumótun flokksins starfar málefnastjórn en hún annast framkvæmt stefnumótunarvinnu á milli sósíalistaþinga og í umboði þess. Málefnastjórn skipar slembivalda hópa félagsmanna eða málefnahópa sem vinna stefnudrög í einstökum málaflokkum. Málefnastjórn skal styðja við vinnu málefnahópa með ráðum og dáð og leitast við að tryggja góð vinnubrögð og vandaða útkomu úr starfi þeirra. Kosning málefnastjórnar fer fram á sósíalistaþingi og skal hún skipuð 9 aðalmönnum og 4 til vara. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum og skal skipa formann, varaformann og ritara. Formaður boða til funda. Framkvæmdastjórn skal vera málefnastjórn til aðstoðar eftir því sem þörf krefur en hlutast ekki til starf hennar umfram það sem samþykkt á sósíalistaþingi. Þá getur félagafundur kosið auka meðlimi, bara svo það sé sagt, að því það hefur verið smá misskilningur hvað það varðar, þegar að vantar í stjórnirnar milli sósíalistaþinga. Það þannig að sósíalistaþing gefur okkur umboð til þess að vinna ákveðin málefni. Við höfum borið upp yfirleitt einhver málefni sem við höfum talið þörf á að vinna sem næstu málefni og sósíalistaþing hefur gefið okkur grænt ljós á það eða lagt til önnur málefni.
Þannig að við fylgjum í rauninni því. Við höfum líka beðið sósíalistafþing umboð til þess að slembivelja kannski sérstaklega úr ákveðnum hópum, þannig að það er þannig að við stundum vinnum kannski ákveðna svona, það maður kalla það stéttagreiningu, en það getur verið líka vandasamt að vinna sérstaklega úr ákveðnum hópi. Núna síðast vorum við að gera það varðandi málefni öryrkja og þá sendum við bréf á félagsmenn og báðum þá að senda okkur póst eða þeir vildu vera með í slembivalinu, af því að við sjáum ekkert alltaf í félagatalinu hverjir eru hvað, eða hvort þeir séu öryrkjar eða vinnandi eða hvað, þó að sumir geti, og sumir vissulega skrá allavega svona upplýsingar inn í félagatalið en ekki allir. Slembivalið fer svo þannig fram að við erum með félagatalið okkar, Django, og þar búum við til hóp ákveðið málefni og svo látum við tölvuna slembivelja ákveðin fjölda inn í þann hóp og við sendum út svo kallað virkjunarbréf út úr forritinu þar sem að fólk getur svarað í beint hvort það hefur áhuga að taka þátt eða ekki, og svo í kjölfarið þá hringjum við út í þennan hóp og skiptum þessu yfirleitt niður á milli okkar innan málefnastjórnar. Við tökum svo saman fjöldan, slembiveljum annað hol ef það þurfa þykir, að því við í rauninni fylgjum þeirri reglu og þeim lögum að við þurfum að fá 30 mann sem samþykkja að taka þátt áður en við hefjum vinnuna. Talvan velur alltaf jafnt kynjahlutfall, en svo náttúrulega auðvitað getur það breyst þegar við hringjum út og sumir samþykkja og aðrir ekki, þannig að við reynum alltaf að samt í endan að halda jöfnu kynjahlutfalli. Þegar við erum komið með þennan hóp að þá förum við að skipuleggja fræðsludag málefnið, þar sem að við búum til svona fyrirlestra dag og reynum að fá svona eins mörg erindi og hægt án þess að þreyta fólk allt og mikið, og við reynum að fá fólk sem að vinna í þessu tiltekna málefni á einhvern hátt. Oft þetta einhvers konar aktivistar eða fólk sem að vinna beint með málefnið, og við reynum líka að fá reynslusögur. Við reynum yfirleitt alltaf að fá 2 reynslusögur. Það er fólk sem að lifa hlutina sjálft eða hefur reynslu af kerfinu. Það hefur verið svona pólicy að reyna að fá ekki stjórnmálafólk inn í þetta, þannig að þetta sé ekki fólk sem að verja einhvern málstað. Við höfum í gegnum tíðina, við höfum fengið fræðslu inn til okkar slembival. Kristinn Már Ársælsson, doktor í félagsfræði held ég, ef ég man rétt, hefur komið og sagt okkur frá slembivali til dæmis í tengslu við kosningar í Bandaríkjunum, og það hefur verið mjög svona gefandi og fróðlegt að heyra slíkt, og þetta svona hefur verið í gegnum tíðina þar sem að allavega flokkurinn hefur lagt áherslu á og sker sig úr í rauninni frá öðrum stjórnmálaflokkum með því að nota þetta slembival. Allavega, svo ég held áfram, þegar fræðslan yfir staðina þá fer hópurinn að hittast og vinnan fer þannig fram að það er hópstjóri, og þar höfum við líka fengið fræðslu frá Lárusi Ýmir Óskarsyni. Hann hefur komið, held ég, alveg örugglega í tvígang til okkar til að leiðbeina við hópstjórn, og hann hefur sent slíku til dæmis við þjóðfundin og mögulega eitthvað fleira. En hópurinn, fyrsti hittingur hópsins, við reynum að láta hópin hittast í svona 3 til 4 skipti, en það er svona aðeins mismunandi eftir hópum hversu hratt hlutirnir vinnast. Fyrsti fundur hópsins í rauninni sá mikilvægasti, vegna þess að þá er fólk beðið að skrifa niður hvað það vill setja í stefnuna og svo er því raðað í svona mikilvægisröð. Það er passað upp á það ef það er ósamkomulag slíkt í hópnu, þá er kosið það. Sumir mæta bara þannig eina fund, aðrir mæta á alla þessa fundi. Við geymum alltaf allar skriflegar upplýsingar, og við sjáum svo til þess í málefnastjórninni að þessi sé komið heim og saman og ítum og eftir og höldum utan með hópin. Við pössum líka upp á það að stefnan sé svona innbyrðis, ekki á skjön við sjálfa sig og ekki á skjön við kannski aðra stefnur. Við hvetjum hópin til þess að leita upplýsinga, flett upp lögum og annað slíkt til þess að hafa allt á hreinu. Einnig hefur það verið, stundum hefur það verið gert að fólk kalli eftir auka fræðslu inn á fundi hópsins, þannig að
það þekkist alveg líka. En svo allavega í lokin að þá er prófarkaleysið alveg í ræmur og málefnastjórnin sér það og það kemur fyrir líka ef það mikið svona lagamál innan í stefnunni að þá hefur við jafnvel fengið löglæra mannsku til þess að lesa yfir. Þannig að og stundum bara líka einhvern svona sem hefur verið að vinna í málefninu og fá komment. Á endanum öllu póstað inn í hóp, þar sem sagt Facebook-hóp eða slíkt, þar sem félagar í málefnahópnum geta fyrir sitt leyti samþykkt stefnuna eða ekki áður en hún síðan lögð fyrir félagsfund. Á félagsfundi þá geta félagar spurt út í einstök atriði og stefnan svo lögð til samþykktar eða synjunar. Félagar geta mælst til ákveðnar orðalagsbreytingar, það þekkist líka og kosið að samþykkja stefnuna með tilliti til einhverja orðalagsbreytinga en geta ekki breytt kannski einstökum atriðum efnislega. Af því það náttúrulega þannig að samþykkti kveða á að slæmbiveldahópurinn semur stefnuna. Við höfum frá upphafi, við höfum unnið einhver svona í kringu 20 málefni, ég held að sé búið að samþykkja 19 málefni, fyrstu baráttumálin voru 2017, svo komu húsnæðismál, heilbrigðismál, lýðræðismál, sameiginlegir sjóðir, sveitarstjórnarmál 2018 fyrir kosningarnar, menntamál 2019, vinnumarkaðsmál, velferðarmál, jafnréttismál, umhverfis- og loftslagsmál, samgöngumál, auðlindamál, byggðamál, landbúnaðar- og matvælamál, dómsmál, ríkisfjármál, utanríkismál, menningamál og listir. Núna síðast málefni fólks á erlendum uppruna sem enn ekki búið að samþykkja. En stefnan tilbúin. Við höfum líka unnið aftur ákveðnar stefnur eða endurskoða stefnur. Við höfum endurskoða stefnu í húsnæðismálum, menntamálum, vinnumarkaðsmálum, þannig að það var líka, þess ákveðnar stefnur verður unnar í rauninni í tvígang. Fyrir kosningar hafa svo verið unnin tilboð sem hafa svona innihaldi nánari útfærslur oft á tíðum og það hafa kannski verið formið stjórna eða aðrir sérfróðir aðilar sem hafa verið fengnir í slíka vinnu og þá það unnið út frá stefnunum. Núna kannski þegar eftir að kosningastjórn hefur verið komið á og þá það kannski meira hlutar kosningastjórnar að vinna úr einhverju slíku. Það var líka uppi hugmynd skuggaráðuneyti sem var spurningum að málefnastjórn myndi koma á en það bara náðist hreinlega ekki og þá var það þannig kannski að áhugasamir og fyrrum slembivaldir myndi taka þátt í því en núna það einmitt líka kannski komið í farveg innan kosningastjórnar eitthvað slíkt. Já, þá hef ég kannski lokið mál mínu varðandi málefnastjórnina. Eða nær þessi, ok. Bara heyriði í mér. Já, ég ætlaði aðeins að fara yfir félagastjórn sem reyndar hefur verið óvirk núna í einhver 2 ár eða svo. Kannski lengur, ég man það ekki, en allavega ég ætlaði að lesa þetta aðeins yfir vegna þess að þetta svona poppað svolítið upp í umræðunni að það sporti tengsl við grasrótina og þetta svolítið held ég meinið með það að okkur vantar þessa félagastjórn. Ég ætla að lesa bara upp af vef flokksins sem heitir Sellur og félagastjórn. Sósíalistaflokkur Íslands leitast við að halda sem öflugustum tengslum við félagsmenn sína og styðja þá í reglulegri virkni og ábyrgðarstörfum innan flokksins. Til að annað þessu hlutverki skipar Sósíalistaþing félagastjórn. Félagastjórn starfrækir sellur sem félagsmenn á tilteknu búsetusvæði tilheyra sjálfkrafa. Félagastjórn virkjar, styður og mótar starfsellana eftir þörfum. Sellurnar efla tengsl flokksins við félagsmenn og nærsamfélög þeirra og skulu leitast við að halda reglulega fundi og bjóða þar nýja félagsmenn sérstaklega velkomna. Sellur skulu einnig leita leiða til að afla nýrra félagsmanna. Heimilt að varpa spurningum sem varða ákvarðanir flokksins til sellana. Svo sem sagt hvað eru sellur, það reyndar ekki inn á vef flokksins en ég get lesið það upp fyrir ykkur. Sellur eru hverfaskiptar einingar sem félagsmenn Sósíalistaflokksins tilheyra sjálfkrafa eftir búsetu. Þetta sem sagt félagaskráin flokkar hvern og einn félagsmann
í ákveðna sellu. Þannig að það er hægt að fletta upp fólki sem sagt, eftir sellum. Innan sellana hafa félagsmenn kost á að kynnast nágrönnum sínum í flokknum og vinna að málefnum sem tengjast þeirra nærumhverfi. Hvert er hlutverk og tilgangur sellana? Koma á reglulegum sellufundum þar sem félagsmenn geta mynda tengsl og skipulagt ýmislegt starf og aðgerðir. Staðsetning fundana skal valin eftir hvað hentar á hverjum stað, en það getur verið í heimahúsi, á kaffihúsi eða einhverjum samkomustað sem hægt er að fá lánaðan. Og þetta er sem sagt, eins og ég sagði, sko, þá er félagaskráin skiptir þessu sjálfkrafa, en þetta er náttúrulega, sósíalistaflokkurinn er byggður upp sem grasrótarhreyfing og þetta er svolítið lykillinn að því að við séum það. Það var svona reynd, við erum náttúrulega búin að fara í gegnum, sko, þegar við reyndum að endurvekja félagastjórnina fyrir svona 2 árum síðan, þá var COVID svolítið að gera okkur lífið leitt. Þannig að þetta svolítið lognaðist út af og það hefur eiginlega bara ekki fundist mannafli til þess að byggja þetta upp aftur. En mér langaði bara að koma inn á þetta vegna þess að þetta ég til þetta að vera svolítið lykilinn að því að tengja félagsmenn svolítið betur inn í flokkinn sinn sem að, já. Nú ætla ég að, já. Á ég að lesa samviskuna? Já, einmitt, já. Já, ég ætla aðeins að fara yfir hérna varðandi samviskuna. Sósíalistaþing skal skipa slembivalda nefnd félagsmanna eða samvisku sem hefur það hlutverk með höndum að efla umræðu og vitund, réttindi og skyldur félagsmanna. Vandaða starfshætti, góð samskipti, virðingu fyrir persónum og jafnrétti milli einstaklinga í starfi flokksins, auk þess að skera úr ágreiningsmál sem þar geta komið upp og falla utan verksviðs framkvæmdastjórnar. Slík mál geta til dæmis varðað meint afglöp stjórnarmanna í embætti eða meinta ósæmilega framkomi félagsmanna við aðra félagsmenn eða á opinberum vettvangi. Erindi til samvisku skal senda á póstfangi samviska@sósíalistaflokkurinn.is. Samvisku er heimilt að eiga frumkvæði að samtali við félagsmenn störf hennar, tilgang og viðmið og getur lagt fram drög að siðareglum til samþykkis á sósíalistaþingi. Já. Að öðrum kosti skal samviska hafa lög, skipulag og aðra skriflega samþykktir flokksins til viðmiðunar í ákvörðunum sínum en skal jafnframt hafa sanngirni, meðalhóf og skynsemi að leiðarljósi. Ákvarðanir hennar skulu studdar málefnalegum sjónarmiðum. Samvisku er heimilt að sækja álit hjá sérfróðum einstaklingum og leita fyrirmynda annar staðar frá umhverfi hvernig best megi ná markmiðum hennar og tryggja farsælar úrlausnir ágreiningsmála. Samviska getur eftir atvikum beitt eftirfarandi úrræðum, gagnvart meðlimum framkvæmdastjórnar, málefnastjórnar, málefnahópa, félagastjórnar og kjörnefndar, veitt skriflega áminningu, vikið úr embætti og eða vikið úr flokknum, gagnvart félagsmönnum, veitt skriflega áminningu og eða vikið úr flokknum. Að jafnaði skal félagsmönnum ekki vikið úr flokknum nema að veitri að minnstakosti einni áminningu. Í samvisku skal velja 30 nefndamenn og teljast fundir hennar löglegir af viðstöddum 10 þeirra. Framkvæmdastjórn getur einnig og hefur falið vegna eins og kom fram hérna áðan að framkvæmdastjórn er að sinna daglegum rekstri flokksins og getur falið fólki ákveðin verkefni og mér langar bara að taka það fram, mér var falið það fyrir, ætli þessi ekki svona rúm 2 ár síðan að reyna að vekja samvisku og fela inn einhver verkefni og ég setti í gang það að samviska myndi koma saman og setja sér siðareglur og það er í rauninni búið að vinna svona grunn að þessum siðareglum, þær hafa ekki verið lagðar fram á sósíalistaþingi en þær eru til. Eftir það lognaðist hún út aftur af því að það er kannski líka mjög skiljanlegt að samviskan getur og á ekkert í rauninni að starfa svona endilega alla jafna nema þegar það eru verkefni fyrir hana að vinna. Þannig að hún lognaðist aftur út af. Það er síðan ekki fyrir en að það berast erindi sem að þarf að virkja í rauninni samviskuna. Slíkt hefur ekki gerst til þessa. Þannig að nú staðan með samviskuna.